eins og við höfum skilgreint þetta, sjálfbærni, sjálfbær þróun, hún byggir á eiginlega 3 meginþáttum. Reksturinn sjálfur, hann þarf að vera heilbrigður og ábótasamur. Síðan það samfélagslegu þættirnir, gagnvart samfélaginu og starfsfólki náttúrulega fyrirtækisins. Og síðan það umhverfi sem líka stór þáttur. Þannig að sjálfbærnin, hún hérna skiptir okkur miklu máli. Í Bæjars og Bolungarvík þá eru svo til allir sem hafa einhverja snertingu við þessa auðlind. Þannig að ég lít nú á að þetta sé nú sameiginlegt verkefni okkar allra þó vissulega berum við mismikla ábyrgð. Fyrir reksturinn sjálfan að ef að fiskstofnar eru í góðu ásökumlagi, það er ódýrara fyrir okkur að sækja hann og það hefur minni umhverfisáhrif einnig því að það er minni olía, minni veiðarfæri og svo framvegis. Til þess að ná árangri í sjávarútvegi þá þarf alltaf að þróa sjávarútveginn og horfa til langs tíma. Það er held ég það sem við höfum gert, bæði fyrirtækin hér á svæðinu og svo samfélagið allt. Og þetta eru kröfur sem eru að koma frá kaupendunum okkar. Og sérstaklega á þessum kröfuhörðustu, best borgandi mörkuðum að þar er umhverfisvitundin mest. Þar eru margir sem gera hreinlega kröfur vottun á að við séum að nýta fiskstofna á sjálfbæran hátt. Sveitarfélög vilja fjölbreytt atvinnulíf. Það er mjög gott að við fáum fleiri körfur með fleiri eggjum. Það er hins vegar líka hægt að færa góð rök fyrir því að það er alltaf lægi að vera með öll eggin í sömu körfu en maður þarf bara að passa körfuna rosalega vel. Það er ekki nokkur vafi í mínum huga að eftir því sem við getum gert betur því meira virði bætum við inn í afurðina. Ferskleikin er eitt og geta verið með topp vöru en líka það að geta sýnt fram á að við séum að vinna á sjálfbæran hátt bæði gagnvart samfélaginu og umhverfinu að það eykur virði vörunnar jafnframt.